Komið þið sæl. Í þessari hljóðglæru ætlum við að fara í gegnum nokkur hugtök sem eru mikið notuð í mannvirkjagerð. Þetta eru hugtökin breytingar, aukaverk, viðbótarverk og frábrigði. Skilgreiningarnar eru sóttar í ISD 30 og gæðakerfi Samtaka iðnaðarins þar sem þessum hugtökum er gerð ágætt skil. Byrjum á hugtakinu breyting á verkinu. Þar er að ræða breytingu sem verkkaupi óskar einhverra hluta vegna að gera á samningi sem þegar er í gildi. Kafli 3.6 í ISD 30 fjallar breytingu á verki þar sem í 1. grein stendur. Verkkaupa er heimilt að krefjast breytinga á umfangi verksins innan eðlilegra marka. Honum er og heimilt að gera sérstakar kröfur breytingar á efnisvali, hönnun, framkvæmd verksins og aukaverk. Allar kröfur breytingar á verki skulu vera skriflegar. Í gæðakerfi Samtaka iðnaðarins er skilgreiningin samhljóma í ISD 30 þar sem stendur. Hugtakið breyting á við allar breytingar sem gerðar eru á samningi milli verkkaupa og verktaka. Það á að sjálfsögðu einnig við samninga milli aðal- og undirverktaka. Síðan er bent á, eins og áður hefur komið fram, að samkvæmt ISD 30 skulu allar kröfur breytingar vera skriflegar. Ef verkkaupi kemur ekki með skriflega kröfu breytinguna, þá ætti verktaki sjálfur að gera lýsingu á óskum verkkaupa og láta hann staðfesta undirskrift. Skrifleg skýrsla verktaka eða beiðni verkkaupa skapar forsendu fyrir gerð reiknings vegna breytingana og lýsingin á breytingunni skapar forsendu fyrir upphæð á reikningi. Kröfur breytingar geta myndast út frá ýmsum forsendum, til dæmis breytingar á magni, breyting á efnisvali, breyting á verkáætlun, breyting á hönnun eða annað það sem verkkaupi óskar eftir að gera breytingar á frá samningi. Það er mikilvægt að halda vel utan þau fjárhagslegu áhrif sem breytingarnar valda, því breytingar hafa alltaf áhrif á afstemmingu og lokaniðurstöðu á upphaflegum samningi. Auka- og viðbótarverk eru skilgreind í ISD 30, þar sem segir í grein 1.2.5. Aukaverk eru þau verk eða verkþættir sem óhjákvæmilegt er að framkvæma til að unnt sé að ljúka verksamningi en ekki er getið í verklýsingu og eða magntöluskrá. Og í grein 1.2.19 stendur viðbótarverk eru þau verk eða verkþættir sem verkkaupi óskar eftir að framkvæmt verði og ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi að framkvæma og ekki er nauðsynlegt að framkvæma til þess að unnt sé að ljúka við verksamning. Í gæðakerfi Samtaka iðnaðarins er fjallað þessi tvö hugtök sem eitt og því sama undir verklagsreglu aukaverk. En hér skulum við halda okkur við skilgreiningu ISD 30 og fjalla þetta sem tvö hugtök, aukaverk og viðbótarverk. Í gæðakerfi Samtaka iðnaðarins er sambærileg túlkun og ISD 30 þar sem stendur. Aukaverk teljast minniháttar verk sem ekki er getið í samning og taka þarf ákvörðun á staðnum til ekki komi til verktafa. Aukaverk geta verið af ýmsum toga. Dæmi aukaverk er ef verktaki þarf að ráðast í tiltekið verk eða aðgerð sem ekki hefur verið samið í stað þess að láta það hægja á eða stöðva framkvæmd. Hugsum okkur að það er verið að klæða gamalt timburhús að utan og ekki gert ráð fyrir neinu fúa undir klæðningunni. Þegar búið er að fjarlægja eldri klæðningu kemur ljós fúa á 1 fermetri á suðurhliðinni. Ætlar verktakinn að fara með starfsmenn sína af staðnum þar til búið er að finna út úr málinu eða bregðast við með því að kaupa og endurnýja fúabrækið. Ekkert í samningnum gerir ráð fyrir fúa og hann skráir því viðviki sem aukaverk og lætur það fylgja með reikningnum sem hann sendir vegna þessa. Aukaverk hafa ekki áhrif á afstemmingu og lokaniðurstöðu á upprunalegum samningi því að þau eru hrein viðbót. Aukaverk sem viðbótarverk eins og það er skilgreint í ISD 30 geta komið til út frá ósk verkkaupa að verktaki taki að sér tiltekið verk eða verkþátt sem ekki er getið í samning og verkhraði og verkskil viðbótarverksins hefur ekki áhrif á sjálft verkið samkvæmt aðalsamningi. Það má taka einfalt dæmi málara sem gerir samning að mála hús og glugga að utan. Þegar nýmálað húsi skarta sínu fegursta stingur fölleit aðalhurðin í stúfi nýmálað hús og glugga. Eigandinn biður því málarameistarann að lakka aðalhurðina sem úr tekki. Í samningnum er ekkert minnst á lökkun og þar af leiðandi engin einingaverð til staðar. Málarameistarann bregst viljugur við og lakkar hurðina en skráir verkið hjá sér sem viðbótarverk og lætur eigandann staðfesta með undirskrift. Skjalfest ósk verkkaupans fylgir síðan reikningnum fyrir viðbótarverkinu. Frábrigði er háalvarlegt fyrirbrigði. Hugtakið frábrigði er þó ekki skilgreint sérstaklega í ISD 30.
en kemur þó óbeint fyrir í allmörgum greinum staðalsins þar sem merkja má áhyggjur og leiðbeiningar vegna frábrigða. Frábrigði er tekið sérstaklega fyrir í gæðakerfi Samtaka iðnaðarins, en það stefnir ekki gott ef upp kemur frábrigði. Í gæðakerfi Samtaka iðnaðarins er eftirfarandi skilgreining á hugtakinu. Frábrigði er að brugðið hefur verið frá því sem samningar, teikningar, verklýsingar, lög, reglur og staðlar gera ráð fyrir og kemur að óbreyttu til með að hafa áhrif á gæði verksins, meðal annars varðandi hönnun, kostnað, þjónustu, framvindu, fagþætti og eða viðhald í framtíðinni. Þetta er einfalt. Frábrigði eru mistök af einhverju tagi, hverjum sem er að kenna. Orsök frábrigða getur átt uppruna sinn hjá hönnuðum, verkkaupum, verktökum, birgjum, opinberum aðilum eða öðrum sem eiga aðild að verkefninu. Frábrigði og kvörtun er að sama meiði. Kvörtun kemur til vegna þess að viðskiptavinurinn er ekki að fá það sem hann átti von á og búið var að gefa honum væntingar um. Oft má sjá hugtakið frávik notað í stað frábrigðis. Oftast eru gefin upp leyfileg plús mínus frávik áður en kemur til frábrigðis. Ef okkur er falið að gæta frystigangs þar sem krafar að halda jafnaði 30 stiga frosti, þá er ekki óeðlilegt að okkur verði uppálagt að halda 30 gráðu frosti plús mínus 2 gráður. Þannig ef hitastig fellur út fyrir leyfileg frávik á annarkvort veginn er orðið frábrigði og varan liggur undir skemmdum að óbreyttu. Frábrigði veldur ávallt kostnaðaraukningu og óánægju. Frábrigði geta verið af ýmsum toga og geta átt uppruna sinn hjá öllum sem koma með einhverjum hætti að verkinu og má meðal annars nefna hönnunargögn berast eftir umsaminn tíma, villa í hönnunargögnum, verkáætlun stenst ekki, vörur og íhlutir koma eftir umsaminn tíma, steypuskemmdir í nýbyggingu, rangur litur á málningu, veggur rangur staðsettur og svona mætti áfram telja. Við vonum að þessi umfjöllun verði einhverjum til gagns við að greina á milli og samræma skilning á þessum algengu hugtökum. Við sláum því botn í þessar hljóðglæru og þökkum athyglina.